Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það 7. október í dag sem að stundum kallaður hrundagurinn. Þetta Guð bless Ísland dagurinn. Fyrir 16 árum að þá voru Íslendingar á svona tímamótum og þetta verið kallað hrunið og því fylgdi margt að búsáldabyltingin og stjórnarskrárbreytingar og alls konar hlutir. En það sem að við okkur langar til að ræða kannski núna í tilefni þessu, því þetta náttúrulega merkis viðburðir sem að voru hér fyrir 16 árum og hafa haft mikil áhrif á pólitíkina og samfélagið og já, kannski miklu meiri áhrif heldur en að við gerum okkur oft grein fyrir. Það svolítið svona samkeppni að skilgreina söguna, hvað var hrunið og var hrunið nokkuð og þeir kannist við þetta allar umræður. Þannig að við fengið hingað fólk sem að þekkir hrunið og fjallað það með einhverjum hætti. Hérna Jón Þórisson arkitekt, en að því hann arkitekt þá fylgir því að hann var aðstofamaður Evu Jolie sem að hér kom íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar. Guðrún Johnson, hagfræðingur, sem hefur skrifað bók um hrunið, ekki? Jú. Og hér líka sagnfræðingur, Þorvaldur Logason. Heimspekingur? Heimspekingur, heimspekingur, sem að skrifaði bók, reyndar heimreiðaklíkuna. Heimreiðarelduna, já. Og það má eiginlega segja að hún fjalli hrunið, aðdraganda hrunsins. Já, hún orsakir hrunsins og klíkuna. En verið velkomin að eitt getur við spurt hvað var það sem að hrundi? Já. Svona þegar við horfum 16 ára aftur í tímann. Fjármálakerfið hrundi. Það var bankarnir fjallu og ef að ríkið hefði ekki haft bólmagn til þess að bjarga þeim, þá hefði náttúrulega farið mjög illa. Þannig að það fyrst og fremst það sem hrundi, allavega í mínum huga sem hagfræðing. En það var ýmislegt annað sem hékk á spýtinu þetta, svona kannski þessi pólitík, ég er nú ekki kannski sérfræðingur í því, en þessi pólitíska uppsetning sem við vorum ólust öll upp við, fjórflokkinn og svona, það náttúrulega breyttist í kjölfarið. Já, hrundi allt saman, sprakk allt upp, en náttúrulega það sem hrundi náttúrulega í heild hrundi allt í raunum, þetta var samfélagsleg hrun, bara í pólitísk hrun, þetta var efnahagsleg hrun, þetta var stjórnarfarsleg hrun, þetta var fjárhagsleg hrun í heimilina, þannig að það hrynur allt. Siðferðilegt hrun. Samfélagssáttmáli hrundi. Kom í ljós að hann var falskur eða eitthvað nátt, eða hvað? Já. Það ekki þannig, Guðrún, að þó að bankarnir hafi hrunið, að ef þeir hefðu bara hrunið og við reist á við aftur, þá erum við búin að gleyma þessu bara. En við munum þetta því að það bara einhvern veginn. Alveg rétt hjá þér, já, ég held að það sé rétt hjá þér. Það var eins og bara í Asíukrísunni til dæmis, að það svona sambærilega félagslegar afleiðingar af þessari fjármálaáfalli sem á sér stað. Fólkið hættir að treysta stjórnvöldum og við sáum það náttúrulega mjög glögglega í rannsóknum að allt í einu var ekki hægt að benda, það ekki hægt að sýna fram á þeir inn í gögnum. Þessi tiltekir hrun, það var bara svona jafndrift, það alveg jafnlíkt að draga næsta mann sem hafði mikla trú á stofnun samfélagsins og þeir sem hafði litla trú eða svona millimikið. En já, það og þetta er svona óskaplega svona, hvað segir maður, skelfilegi tímar að þýldum til að það var svo mikið óöryggi og mikið stór hluti fólk sem hafði reist sér hurðar á sem aukslu eða ekki og svo bara þetta afleiðinga af því að krónan náttúrulega gaf undan þunganum á fjármálaslæðinu sem ekki lengur birtist upp að ströndunum að krónan auðvitað fjall sem gerði það verkum að verðbólgan fór hérna af stað. Fólk misti vinnuna, við vorum með 9% atvinnuleysi strax eftir hrunið og nú segi ég fólk verður svolítið reitt ef maður segir þetta sé ekki hrunið því að við erum orðin vön því að nota þetta hugtak. Þannig svona í einhverjum öguðum hagfræðigreiningum þá ætti maður að tala fjármálaáfallið. Þegar að fjármálakerfið getur ekki lengur miðlað fjármagni milli sparifjáreigenda og fjárfesta. En
já, það var svona það sem að þetta gerðist, þetta er svona það sem við kallum social fabric sem að í rauninni trosnaði upp. Já. Það verður náttúrulega annað, já, fyrir ekki. Nei, ég ætla að nefna bara að þá hrunið hafði orðið 2008, þá náttúrulega byrjar þetta, það er lagt í kannski áratug áður en þetta byrjar alls með löggjöf frelsi á fjármálamarkaði og breytingar á öllum lagaramma samfélagsins sem grundvöllurinn að því að þetta var hægt. Og svo náttúrulega verður hrun 2006 en það bara einhvern veginn menn tróða sér í gegnum það með einhverjum blekkingum en náttúrulega hrunið Íslandskrísan páskana 2006. Já, þá hefðu bankakerfið átt að hrynja. Já, ég held að reynda sko það var svona eins og rannsóknarnefnd Alþingis kemst að niðurstöðu árið 2006 hefði verið hægt að bjarga sko félagslegu hliðinni. Það er að segja að með því að verja fólkið við falli og taka utanum og láta launinu löggjöfina virka. Því að það var farið fram úr menn brutu lög og það var eftirlit sem var slakt og sem gerði það verkum að þetta gekk náttúrulega miklu lengra heldur en hefði mátt gera og þar af leiðandi hefði hugsanlega ekki sko, þessar hræðilegu afleiðingar orðið átt sér stað gagnvart almenningi. Og í stigmögnuna, eftir 2006 að fara bankarnir að gera eitthvað sem haldaði sig að bjarga sér, en gera allt illt verra og búa til hrun sem að hrynur yfir fólk. Já, það er nefnilega þannig sko. Já, halda kannski ekki alveg til enda að þið séu að bjarga sér. Ekki kannski 2008, þá vita að þeir eru farnir sko. Þá verður kannski að bjarga sjálfum sér sko, þessi eigendur, en ekki bankarnir voru ekki endilega að bjarga sjálfum sér. Nei, en kannski aðgerðirna sem eru gripið til 2006 þá halda menn kannski að þeir séu með einhverju að starta ISAVE og gera hitt og þetta til þess að breyta businessmódel í bankana, að þeir séu að bjarga bönkunum og bankarnir séu svo mikilvægir við verðum að bjarga þeim að því að það er eiginlega óhugsandi nýja Ísland að þess að hafa þessa banka og menn fara út í og stjórnvöld og stjórnmálamenn styðja þetta raunverulega. Einmitt, það er stóru mistökin sko að líta ekki sko að það fylgdi ekki stefnumótuninni að setja upp öflugt fjármálaeftirlit. Þegar ég er nú ekki sammála því sko að það hafi verið óráð að einkavæða bankana og fara út í þessa sko svona fjármálalegu diffkum sem að fylgir sko bara þróun ríkja almennt og yfirleitt. Þú veist, það er ábati í því að gíra samfélagið upp eða vera með lán til grundvallar fyrir vexti, hagvexti, bara þess að bæta lífskjör. En ef að menn ætla sér sko, og svo var náttúrulega óráða að ímynda sér að Ísland með lítinn gjaldmiðil gæti sko staðið undir því að vera einhvers konar alþjóðleg fjármálamiðstöð. Það var náttúrulega mjög það var stefna stjórnvalda. Það var svolítið stefna stjórnvalda, allavega einstaka stjórnmálamanna held ég. Og skýrslur það. Og skýrslur og nefndir. Sigurður Einarsson var formaður þessar nefndar, Sigurður Einarsson Kaupþingi. Ég man ekki betur en það var ekki bara Hannes Hólmsteinn sem skrifaði skýrslu Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð. Skrifaði bók. Og rökin fyrir því, ég man eftir því að rökin fyrir því að hafa fjármagnstekjur svona lágar og afnema eignaskatta og fleira röki voru meðal annars þú að þetta myndi lokka hinga sko peninga til að koma hinga, þannig að mér finnst þetta að vera bara gegnum gangandi í alla þessu öld eða svona fram að hruni. Þetta væri leiðin sem við varum að fara. En ég maður sko með spurninguna hvað hrundi, þá hrundi líka samskiptin við alþjóða fjármálakerfið og pólitísku samskiptin við bara allt alþjóða stjórnkerfið eins og laði sig. Það er náttúrulega risastór atburður sko, og ISAVE og svo frávegis, þannig að svo höldum við til haga hvað hrundi sko. Það má líka halda því til haga, það var eitt sem hrundi ekki nema kannski að hluta til og það var auður sumra aðal geranda í ráninu og það var aldrei til dæmis í rannsókn saksóknar var aldrei farið í að elta peningana til útlanda, ég man ekki betur en Jón Ásgeir hafi fengið útflutningsverðlaun forseta Íslands 2006 eða 2007 aðalega fyrir að flytja út peninga og peningar kom aldrei. Já, Björgúlfur var vissu gjaldþrota sko. Já, tæknilega. Já. Einn ríkasti hann ekki ennþá að lista yfir 50 ríkustu menn í Bretlandi. Já, eldri pabbi var gjaldþrota. Já, honum að fórna fyrir heildina. Það er kannski, kannski förum yfir það kannski eftir sko, ef eitthvað hrundi
og það rundir náttúrulega hverjir liggja ennþá og hverjir hafa verið reistir við, það náttúrulega Það stór saga. En þetta ekki bara allt saman ennþá í gangi? Hrunnið? Já. Sko, við vorum að ræða pólitíkina áðan og mér fannst það svona að vera að tala hnignun og hrun Sjálfstæðisflokksins og ég held að það sé ekki hægt að skilja það nema í samhengi við hrunið. Nei, við lifum í eftir hruns tímabili. Það var nú einn af fyrstu dögum mótmælan á Austurvelli, þá með minnir að hafa verið Elisabeth Jökulsdóttir skáldkona, var á Austurvelli með skilti þar sem stóð haldið rá ykkar meðan ránið stendur yfir, sem er mjög eiginlega betra heldur en helvítis fucking fuck merkið sem var svo einkennismerki búsáhaldabyltingarinnar. Sem var svo sem mjög gott. Sem var enda mjög gott og er mjög gott, já. Og kannski hægt að nota við fleiri tækifæri heldur en hitt. En eitt þegar þú sagðir að sumir hefðu reist sér svona, hvað sem burðar á sem öxl. Sumir hefðu bara skulda á mikið, að það er náttúrulega hluti af íslenska hruninu svona fastegnabóla sem er keyrð áfram að auknu aðgengi að lánsfé og það voru fleiri sem að komu og það voru með erlendur lánin og það var svona mikill hvati í kerfinu að almenningu skuldsetti sig mikið og ég held að það voru bara stökkbreyting í því hvað almenningu taldi sig mega skulda eða geta skuldað sem ég veit ekki alveg hvort það hefur gengið tilbaka meðan kemur stundum óvart í dag að það sé bara svona venjuleg millist þetta hjón sem að kannski skulda 100 milljónir og maður sé bara næri ekki alveg utan að það sko. En hluta til þá var inn í hruninu eiginlega svona subprime lánakrísa út af fasteignamarkaði að þegar að fasteignamarkaðurinn gekk tilbaka og vaxtakostnaður hækkaði að þá lenti fólk í vanda sem að má rekja til þeirra eigin ákvarðana og það hrundi undan þeim en síðan voru kannski aðra fjölskyldur þar sem sko kerfi hrundi yfir það þannig að það er svona svolítið ólíkt hvernig getum við einhvern veginn reynt að átta okkur af þessu. Sko ég er nú kannski eina af fáum sem myndi segja sko almenningur átti ekki sökamáli. Nei, ég er ekki að segja það. Bankamennir áttu sumpart sökamáli, ekki á öllu leyti. Og svo var náttúrulega ábyrgðin að stærstum hluta hjá þeim sem að stýrðu landinu og bjuggu til þessa stefnumótun. Og ef að hefði verið í sko til staðar það svona sko skuldara greining sem á sér stað í bankakerfinu í dag, þá hefði náttúrulega ekki svona mikið af fólki farið svona illa út úr þessu. Því að þá hefðu þeir ekki offjárfest í húsnæði myndi ég segja með við sko efni og ástæður eða aðstæður og þeim hefði verið hlíft því að þegar þú ferði í það sko að auka skuldsetningu þá er viðbúið að verðin hækki og svo hækkar það bara hækkar og fólk gýra sig upp meira og meira þangað til að hækkunin er svo mikil að það verður ekkert hægt að taka meira láni. Þetta er svona bara eins og fjármála sveiflan og útlán og þensla í eðli sínu. En var fólk ekki hvatt til að gera þetta? Það var ekki raunverið það fyrir vandamál heldur en eftirlitið? Taka þessi lán til að standast greiðslu eða sem sagt til að fá meiri lán út á eignir að þá gat kaupandinn eða eigandinn hringt í tryggingafélag sitt og láta hækka brunabótamætið og þá bara virkaði það. Bara eins og Goodwill var hækkaður í fyrirtæki sem voru selkaup milli tveggja manna. Og það er náttúrulega þetta fólk svo þegar allt er innu þá er það með heila falsk verðmæti á bakvið sig. Af því að það sjálft hafði bara hringt í tryggingafélagi, bara góðan dag getið hækkað og þá var það gert og þá var þetta að lána meiri peninga. En við þurfum að passa okkur pínlítið á því að fara ekki í flatskárkenninguna. Já. Goals að þetta hafa allt saman verið vegna þess að fólk hafi keypt á mikið og eins og er í dag að verðbólgan er því að kenna við kaupum á mikið í matinn. Ég er bara að benda á að það sé kannski eðlilegt að þegar maður reyna að skilja hrunið að taka þetta með því að þú verður þannig hvatningu stjórnvalda undir þessu og ég tengi þetta við samkeppnina sem kemur inn á íbúðalánamarkaðinn. Það hafði verið áður þannig að íbúðalánasjóður var með 70% af lánunum og svo voru bankarnir með hitt og svo er mikill vilji hjá stjórnvöldum að einkavæða íbúðalána hlutan að bankarnir taki þetta og þegar Kaupþing held ég hafi startað samkeppninni með því að bjóða undir íbúðalánasjóði
og síðan komu hérna erlendur lánin okkar fleira, þannig að það var mikill vilji hjá stjórnvöldum að ýta raunverulega undir þetta af því að einn af afleiðingum hrunsins sem ef maður horfir á þetta svona náttúrulega þetta, þetta ekki 300 milljarða gat sem við sitjum eftir á Íbúðalánasjóði sem eru afleiðingar af því að stjórnvöld voru eiginlega hlynnt því að ný einkavæddir bankarnir tækju yfir íbúðalánamarkaðinn. Þetta eitt af einu óuppgerða í hruninu sko. Og allur sá fjöldi sem misti húsnæði og það er afleiðingar sem enn eru í fullum gangi og leyndir í kringu hvað var það eigninnar? Og ég held að það sé ekki hægt það er ekki hægt að ætlast til þess að almenningur geri ráðstafanir í heimilisbókhaldi sem geta gert ráð fyrir hvað var gengisfellingin 50% eða meira. Það er náttúrulega enginn sem getur gert framtíðar áætlanir miðað við svona hamfarir eða svona áfall eins og hrunið var. En það er líka risastór spurning sko, af hverju voru þessu lán leyfð sko? Það sé lykilspurning og ef maður ætlar að fara út í það sko, að fara í þessa fjármálalegu dýfkun sem að þýðir þá að við erum með fjármagn, eigið fé, svo bætum maður heilmiklu skuldum við, bara einfalda til þess að halda auka á tekjuflæði og skapa tækifæri og með betri lífskjör. Ég vil nú líka halda því til laga. Þetta var ekki allt til einskis. Því að lífskjörin bötnuð og þegar ég var að alast upp þá var ekkert fjölbreytilegt atvinnulíf á Íslandi og það batnaði heilmikið. En hins vegar það sem að Þorvaldur segir sem að sko, það átti að sjá fyrir því að bankarnir væru með þá innvið sem þyrfti til þess að fara í þennan vöxt og hann yrði ekki of mikill og þetta er bara eins og núna ef ég má taka yfir orðið, Þorvaldur, ég er búin að hjóla í því svolítið, að sko, ég er að reyna að greina þetta, þegar maður er komin í gang einhvern veginn þá er þetta að stoppa, sko, en ég er aðeins að vera að hugsa þetta út frá bara svona einföldum kenningum hagfræðinnar, þú veist framleiðslu, ef ég má í eina mínútu, að þá sko, ef bara Cobb Douglas falli sem að lýsir því hvernig sko framleiðsla á sér stað og hverju leggja til, þá er það framleiðnin sem að skapast, þú veist, ef við gerum hlutina betur sem að háskólasamfélagið leggur til og svo er það kapitalið, það kemur með 30% og svo kemur vinnuaflið með 70%. En sko fallið það er minnkandi jaðarafköst af þessum þáttum og ef þú setur of mikið af kapital í eitt verkefni þá ljóst að það mun ekki nýtast að fullu, ekki frekar að þú setur of mikið vinnuafl, alltaf marga eina framleiðsluliðina, bara til þess að ljúka þessu, þá eru bara stjórnvöld að gera mistökin aftur, bara þeir eru að núna að flytja inn vinnuafl en masse, áður var það að flytja inn kapital en masse. Þannig að menn þurfa nú aðeins að sko bara þegar þeir fara að bölsótast yfir sko krónunni og einhverju verðbólgun og svona, bara hugsa kjarnan, hugsa hvaðan kemur þetta og hvernig hagstjórnin er. Það var ekki vandamál í hruninu að fólk væri með of mikið af kapitali í vextinum. Þannig að frægsetning sem var höfð held ég eftir Jóni Ásgeiri sem að það verður svo þröngt að fá lán núna að maður geti ekki lengur fengið sko lán fyrir eiginfinu. Nei, það er kapitalinn, sko, það er skuldir einhvers, kapital einhvers annars. Þannig að það er sami þáttur. Já. Viltu ég að segja eitthvað? Hvað var það að segja? Veitu, á hverju voru gengislánin leyfð, sko? Það er bara risastór spurning. Ég held að hafi verið pólitísk ákvörðun að flýta fyrir einkavæðingu á íbúðalánum á Íslandi. Þau hafi tilheyrt ríkinu áður, það var mikill vilji Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að láta þetta bara ganga til svo svipað að vera að gera núna með áfengissöluna. Þó þetta var ekki gert á yfirborðinu, þetta var eins og bara leyft að flæða yfir og þegar þeir væru búin að taka þetta yfir þá ekki aftur snúið. Þannig þá munum við eiga íbúðalánin í framtíðinni eins og var raunin. Það hefur aldrei verið nein pólitísk umræða nema held ég frá sósíalistum að endurreisa íbúðalánasjóð þannig að það verði ekki hægt að byggja hér upp húsnæðiskerfi nema að hafa miðlægan sko íbúðalánasjóð sem að getur stýrt vaxtastigið til þeirra sem að hafa minna milli hendana sko. Þannig engri þjóð tekist að byggja upp húsnæði fyrir svona millitekjufólk og þar fyrir neðan. En sko stór spurning er bara á svöruðum þú svarar kannski alveg til en sko ríkisstjórnin sem setti þessi gengislánalög það var Davíð Oddsson og félagar skilurðu og síðan fer Davíð yfir í Seðlabankann og ríkisstjórnin situr ennþá og Geir og þeir félagar og þeir leyfa þess að ganga og
og þegar maður reynir að fá svör frá Seðlabankanum sem ég reyndi, sko, varðandi þessi gengislán og varðandi ýmislegt í Seðlabankanum, þá bara lok og læs. Og við fáum aldrei svör því að þeir hljóta að hafa vita. Ég meina, guð minn almáttugur, þetta bara svo einföld lög, þetta bara bannað, skilur. Já, það var náttúrulega vegna þess að sko það var gjaldeyris ójöfnuður á efnahagsreikningu bankana. Þeir fengu lánaði erlendri mynt og svo lánuðu þeir út krónur. Þá myndast gjaldeyris áhætta sem þeir vildu náttúrulega eyða og þarlendi var náttúrulega heppilegt að því að vaxtastigið hafði hækkað og fólk vildi komast undan háum vöxtum. Þau eru bara að varpa áhættunni yfir almenning. Það er það sem þeir eru að gera þetta. Að bera svona áhættu. En lögin auðvitað svo kemur á daginn að það var bara ólöglegt allan tíman, sko. Og það skilur þetta þessar risastóru spurningu. Þetta er bara einfalt mál, einfalt lög, bara að lesa þetta á 5 mínútum og við búum mál. Og mennir sem setti þetta hafa eftirlitið. Hefðu átt að vita betur. Já, ég held að eftirlitið þarna hafi bara ekki verið nægilega burðugt, sko. Já, ég held reyndar að það hafði verið lagatúlkun sem var þarna inn á milli. Það er að segja að bankarnir hafi verið platað eftirlitið, sko, þó það hafi aldrei almennilega komið fram. Að þetta væri bara hagkvæmlega þeir gætu farið í kringum þessu lög hvort það er. Ég held að það hafi verið tryggt. Ég held að þetta er mikið til því, sko. Það var líka, sko, það var svona verið að reyna að búa til einhver svona fjármálalegan gerning, sko, sem að þetta átti að vera krónur en samt undirliggjandi áhætta lág í gjaldeyris. Þannig að, sko, úr varð að sko, í rauninni átti þá að fara að ívilna fólki sem tók gjaldeyrislán með samanborðið þeir sem tóku verðtryggð lán að þeir fengu afskrifað þessar og sátu svo með lán sem voru reynir meira sko í íslenskum krónum en á erlendu vöxtum og það bara það er bara manni dettur það ekki í hug sko svona bara út frá faglega heitum í rauninni. Og það var margt í hruninu sem var þannig til dæmis að þegar að fóru hallönda fæti á bönkunum og það lánuðu þeir vildar félögum sínum peninga til að kaupa hlutabréf í banka sem að ég held að þú færði enga bankamann í heiminum til þess að bara rangur ekki augunum yfir sko. Hverjum datt þetta í hug? Já, þetta er eiginlega bara vísleið til glötunar sko. Já, það skrifaði ekki hérna hvað heitir það fyrir undir ritstjóri Heimildarinnar skrifaði bók sem að bankin sem átti sig sjálfur og náttúrulega verulegu leiti þá ég man ekki, ég held að ég hef nú verið fyrsti maður sem skrifaði Maltani bara sem fótgönguliði bara hékk á netinu í miðju hruni og var að velta fyrir mér hvernig þessi kaup hefðu gerst og þá bara láða í augum uppi þegar maður fór að skoða málið að það gat ekki verið að alþjóðlegur fjárfestir með þá sérþekningu sem Maltani hafði aðgangað myndi kaupa hlutabréf í bankanum eins og hann var þá og svo náttúrulega kom ljós seinna að þetta var náttúrulega bara blekkingargjörningur og eiginlega mest af því sem var gert í kerfinu í aðdraganda hrunsins var þannig. Bankarnir þeir gáðu út skuldabréf hver á annan sem þeir fóru með upp í Seðlabanka og seldu. Ástabréfin svo kvöldu. Ástabréfin, já. Og fleira og ég meina maður veit ekki hvar maður á að byrja að enda í umfjöllun allan skítinn sem var í gangi hérna í aðdragandarum og enginn skildi eða fáir skildu vilja horfast í augu við hvað var í gangi. Það er líka bara stór spurning sko, hvenær byrjaði þetta sko, hvenær byrjuðu markaðsveikin sko. Byrjaði þetta ekki bara með fyrstu engavæðingunni 98 sannlega. Ég maður það er brandari í fjölskyldu minni. Stórt mál að sko, þetta byrjar sko jafnvel 98 með það sem með hvað kallar þetta markaðseftirlit með sjálfur sér hvað heitir þetta viðskipt af eigin viðskiptavakt sem er koncept sem er vantarlega ekki til sko viðskiptavakt í eigin bréfum sko. Og þá er með banka í því og þetta byrjar sannlega 1998. Ég held að við getum sko litið bara til gagnana sem liggja fyrir til grundvallar í rannsóknarskýrslunni þessari stóru að þar sjáum við að þetta byrjar rauninni kringum gæti verið 98, ég þarf ekki alveg að fara með það alveg örugglega 2001 Biblið var með það 2001 það voru sett upp sko aflandsfélög á Gunnse eða Mön og sem Landsbankinn átti og fjármála eftirlitið á þessum tíma gerði athugasemd við þetta svo þeir skiptu í rauninni með sér sko hlutverkin á því að halda út þessum bréfum og eða létu sko
sko Landsbankin gaf út sjálfskuldarbyrð á Kaupþing sem hélt svo bréfunum, þannig að Kaupþing var þá nett af allri áhættu en í rauninni lá all áhættan á Landsbankan og það alltaf kriminelt sko. Þetta hluti af markaðsmisnotakunni og svo þetta eru þeir komnir í vandræði með það þeir eru komin svo mikið af eigin bréfum inn á sinn reikning, beint eða óbeint og þá fara þeir að sko reyna að stýra verðin á markaði og það þá sem að fjárfestar eru blekktir, bæði lífeyrissjóðir og þetta almenni fjárfestar og erlendir aðilar ná að hins vegar að sko kalla inn auka tryggingar þarna 2007 en þá grípa íslenska bankarnir í það ráð að svona bjarga sínum stærstu eigundum með því að lána þeim fyrir eigin bréfum og þetta allt saman ekki í lagi sko og ekki bara menn sátt inni fyrir þetta. En ef við færum aðeins aftar í söguna þegar einkavæðing bankana í sjálfur kriminal gjörningur. Þar beitt blekkingum eins og var gert með einkavæðingu Búnaðarbankans og þá var brandari í minni fjölskyldum að við ættum að kaupa Landsbankann og hvernig gerir maður það? Jú, maður skrifar undir samningin og bregður maður sér inn fyrir búðborðið og segir hvað var það mikið og borgar úr sjóðum bankans og það var basically það sem þeir gerðu. Ólí, svona. Já, og við Búnaðarbankanum að þá var eiginlega einhver lítill banki út í heimi sem var notað sem frontur af því að var skilyrðum að hafa einhvern erlendan en það var bara blekkingaleikur. Já, þá var ég fréttareistur á Fréttablaðinu og við náðum aldrei sambandi við þennan hvað heit hann? Anhauser. Þetta nú bara koparskilti einhvers staðar í Sviss held ég, þetta sé ekki mikið meira. Ég sendi blaðamann til Þýskalands og til að reyna ná viðtali við þau og hann hringi svo í mig daginn eftir að mætti það, eða daginn sem hann mætti þarna fyrst og hann sagði þetta ekki neitt, þetta bara einhver svona gömul kona í afgreiðslunni og það enginn annar og hún bara fær á hún kaffi svona á og til og sagði má ekki bara koma, nei og hann hékk hana í eina vinnuviku á biðstofunni og það var aldrei neitt sem gæti bara ábyrgð á þessum sjóði sem mætti og hann vekk aldrei möguleika að tala um nokkuð hann bæði 5 daga, það var Hjálmar Blöndal hann var 5 daga hann á biðstofunni eða í afgreiðslunni og var ekki neitt fann ekki bankan það má kannski tala aðeins eitt fjölmiðla á þessum tíma og hvað þetta mikilvægt að fjölmiðlar og blaðamenn fari á vettvang og sannreyni sögur sem að bornar eru fyrir ýmsu og það auðvitað og það nú gamalt trikk í bókinni sko, það er búið að iðka það mjög lengi að auðmenn reyna að komast yfir fjölmiðla og reyna að stýra sagnagerðinni og náttúrulega halda þá almenningi í myrkrinu og það er spurning hvort að það hefur ekki orðið vakning í kjölfarið var ekki bara ris í því í staðið fyrir hrun að almenningur svolítið þroskaðist mjög alvarlega. Ég myndi frekar segja að eitt af því sem að hrundi í hruninu voru fjölmiðlar að þeir séu ekki svipur hjá sjón hafa ekki náð sér síðan. Rannsóknarblaðamennska hefur nú vaknað dálítið, finnst mér sko allavega fyrstu árin eftir hrunið Þórður og fleiri Þú veit, þetta bara einstaka blaðamenn einstakir blaðamenn en þetta er ekki RÚV eða Moggin þetta er ekki fjölmiðlarnir sem að ríkið er að styrkja einkareknu fjölmiðlarnir þið sjáu bara hvernig umfjöllunum þessi fjölmiðl hér en þið erum með þessa stöð við erum ekki bolmagn til þess að vera í einhverju rannsóknarblaðamennsku en þið eru alla daga að greina þetta er svona rannsóknarblaðamennska að því þú velur viðmælendur sem geta kasta sko fram nýju ljósi eða nýju hliðum á málum og þetta er svona óeiginleg rannsóknarblaðamenn. Þetta er ekki eins og við ættum að hafa í samfélagi öfluga ritstjórnir sem að gætu við ættum ekki að senda Hjálmar Blöndal sko ekki einu sinni með nesti til Þýskaland sko. En ég vil minna á til dæmis að þegar rannsóknarskýrslan kom út sem í apríl 2010 þá haldinn blaðamannafundur og skýrslan borin inn og það hefur enginn séð neitt af henni. Þetta er algjört leyndamál fram að þeim degi sem að nefndin heldur þessum blaðamannafund í Iðnó ef maður rétt. Svo bara byrjar að gjósa til daginn eftir. 2-3 dögum síðan, já. Og þá var umræðinu skýrsluna í raun lokið. En þetta er svo ójafn leikur samt. Þeir bera skýrslun inn og blaðamaður þó sé klár
að þá hann sjáið í fyrsta skipti og að fara að spyrja út úr þessu. Í öllum siðvætum löndum þá eru svona skýrslur afhendar fjölmiðlum í svona embargo að kalla, ég veit ekki hvað íslenska orðið yfir það. Þannig að þeir séu undirbúnir þegar að opinber umræði hefst á fyrir blaðamennir og þetta eru fleiri dæmið þetta. Ég tók nú þátt í slag hérna í kringum einkavæðingar á Magma einhverjum árum setna, ég man ekki hvernig það var 2012-13 og þá var sett á laginnar nefnd sem að skrifaði úttekt það mál allt saman og hvernig að því var staðið og þá var leikurinn nákvæmlega eins, það var skýrslan og birt á blaðamannafundunum ásamt með fréttatilkynningu og fréttatilkynningin var náttúrulega það sem rataði fjölmiðlaginn, það mátti enginn vera að því að lesa skýrsluna og það sagði við með einn nefndamæðurinn, já, þessi skýrsla sem við erum að kynna í fjölmiðlum er ekki skýrslan sem ég tók þátt í að skrifa. Já, en það valdið bara snýr. Já, en það var það sem sko, ég þarf nú að bera í bætaflokka fyrir rannsóknarnefnd Alþingis þarna sko, að það var svo mikið vantraust í samfélaginu á þessum tíma og er kannski enn hefur ekki, jú það er eitthvað jafnað sig, en það var svo mikið vantraust að nefndin sá einmitt fyrir sér að ef ekki yrði alveg tekið allan vafa það að nokkur aðili, þar að segja nokkur stjórnvald gat komið að skrifum þessar skýrslu áður en hann kom fyrir augum almennings. Það var sem vakti fyrir nefndinni var að það yrði algjörlega hreint í hugum fólks að nefndin og almenningu var millilega laus í að fá þessa sögu í hendurnar. Já, svo voru umræður þetta framöndu, enginn sá það fyrir, þetta Eyjafjallajökull myndi gjósa. Enginn sem sá það fyrir, en allavega þetta fylgur draumur sko, fyrir það sem eru svona í djúpunu sko, en það held ég að hafi verið mjög gott, en svo skulum við spyrja, hvað gerist svo? Hvernig horfum við á þessa sögu og hver var í rauninni, má ég segja, hver vann þessa glíma? Það var fyrir ári síðan að við fjöllum reyndar það hér og það var sýnt tveggja þátt heimildamynd á RÚV sem að ég man ekki betur en að sögutráðurinn í þeim myndum hafi verið þannig að það kom með alþjóðlegt fjármálahrun og Íslendingar fóru á taugum og voru rosalega pirraðir út í bankamennina, settu hann í fangelsi og þeim leiði rosalega illa þar. Harmsaga Lárusar Veldinga hefði þáttur Sú saga náði engu flug. Nei, ég meina þarna var svona tilraun í að koma með einhverja sögur. Auðvitað gera þetta. Ef við segjum, búin til aðra sögu og segjum að orsök hrunsins hafi verið spilling, hvað myndi ég segja það? Hvað er þitt alveg það? Já, það var sumpartinn, já. Ég myndi segja afgerandi drifkrafturinn var spilling. En það er ekki minni spilling á Íslandi núna en áður, er það? Ég er ekki alveg þarna. Þú ert ekki alveg þarna? Nei. Þið sjáum hvernig spilað úr, sko, ég skil ekki í rauninni ennþá þann afleik sem stjórnvöld gerði með að setja á stofn rannsóknarnefndina og embætti sérstaks saksóknara. Vegna þess að ég held að þeir hafa aldrei ætlað þetta yrði svona vönduð vinnubrögð og maður sér það til dæmis á því hvernig pólitíkin afgreiddi rannsóknarskýrsluna og það kom gos en þingið var að störfum og menn fóru skrifaði ekki Hallgrímur Helgason bók sem heit 16 kíló af sólskinni og það má kalla þetta 16 kíló af ósóma og skít og sem enginn hafði lesið, heldur ekki þingmenn, þeir fengu heldur ekki aðgang, þeir mættu í pontu hver á þetta öðrum og afgreiddu þetta bara á dögunum eftir að skýrslan kom út og síðan var bara málinu lokað, basically. Það var náttúrulega það var sett saman nefnd á vegum þingsins til að fara yfir skýrsluna og búin til skýrsla skýrsluna. Og sem að það láð það til grundvallar hvort ætti að ákæra einstaka ráðherra fyrir landsdómi. Já. Landsrétti, landsrétti fyrir geði. Landsdómi. Og þar var landsdómur. Já, það er landsdómur, já. Þar var meðal annars fjallað tillögu að þýða rannsóknarskýrsluna á ensku sem var fellt, en þeir samþykkt að láta kyngreina hana. Og það var gert. Það voru fengið 3 sérfræðingar til þess að kyngreina skýrsluna og ég sagði strax, ég skal segja ykkur það, strákarnir gerðu þetta. Það voru Lehman Brothers sem var ekki Lehman Sisters. En ef við tölum svona það sem að hefur látið ásjá í hruninu og í eftirleiknum, að þá erum við með veikari fjölmiðla á eftir. Veikara samfélag. Þið nefndu rannsóknarskýrsluna að fræðasamfélag og háskólinn fekk líka á baukinn. Mér finnst þeir ekkert standa sér betur í samfélagsumræðinni í dag heldur en áður. Ísland er náttúrulega stjórnmálin hafa eiginlega hrunið og er eiginlega í upplausn ennþá eftir hrun. Það hefur ekki náð svona
Man sér ekki að stjórnmálaflokkarnir hafi raunverulega svona hugmyndarlega getu eða afl til einhverja endurskoðunar og að mæta aftur á sviðið. Við nefndum áðan að því að hvað var valdur á hruninu að Sjálfstæðisflokkurinn, hann var með á fyrsta landsfundi sem 2009 með Villa Egils-skýrsluna sem átti að vera svona upptaktur í því að horfa í eigin barm og eitthvað svona, það var bara slegið út af borðinu og niðurstaðan var svo að það var ekki kerfið sem brást, þetta voru einstaklingar sem er alránd. En það ekki nefnilega líkil vandamáli, það er engin sátt hvað var orsök hrunsins, sko. Ég veit ekki þig, ertu sátt til dæmis við skýringar rannsóknarskýrslu Alþingis að ég er náttúrulega ekki óhlutdræg. Nei, ég veit það, hún skýrir þetta út á þenslullum sem er líkil hugtakið í þessu. Hún skýrir þetta út frá því að, sátt við það? Já, ég er það. Ég er ekki að segja að spilling hafi ekki verið meiri hér í íslensku samfélagi heldur en við gerum okkur grein fyrir. Það er náttúrulega alveg hlust. Og ég ætla líka að segja að fjölmiðlar voru þeir svo beittir allan fyrir hrunið. Ég held ekki nefnilega. Nei. Ég held að einmitt núna þú kemst ekki jafn langt í að blekkja almenning í dag eins og þú gerir þá. Og við vorum öll. Ég er ekki sammála. En ef við spurðum til þessum veikt eigið skilur, hver bjóð til hugtakið, hvers vegna var það lykil hugtak í skýringunni? Já, þetta er náttúrulega kannski bara eitthvað sem maður hafði ekki séð áður að bara það gerir ráð fyrir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gerir ráð fyrir því að þú sért með bara eigið fé í rauninni afgangsstærð af eignum mínus skuldum. Já. Og svo gerist það að þeir fara sneiða framhjá þessum alþjóðlegu reikningsskilastöðlum og kaupa eigin bréf og náttúrulega þar er ekki hægt að ganga að eigin fénu ef skuldirnir eru orðnar miklar og svo framvegis. Þannig að það varð að ná einhvers konar hugtæki utan þetta. En ég myndi segja, ég hef gengið lengra sjálf og sagt, þetta er falskt eigið fé. Það er verið að blekkja. Það er ekki veikt, heldur verið að blekkja. Þannig en hvers vegna er það? Það er kannski ekki spilling sem ekki meðal stjórnvalda. Stjórnvald eru sökum það að hafa ekki sett nægilega girðingar og sett nægilega hugsa nægilega vel út í það. Hefðu átt að vita betur. Fengu ýmsar ábendingar alls konar hluti og sinntu einhver. Og brugðust ekki við og trúðu frekar sögunni sem að bankamennir sögðu. En vandamáli kannski í þeirri skýringu, bæði það að veikt eigið fé er bara falskt eigið fé, þarna eru gigantísk markaðsvika og bara alþjóða met mælikvarða, þá byrjar þetta 1998 og þar er stjórnmálamenn með bankan í höndunum og það eru stjórnmálamenn og það er ríkisstjórnin og það er þessi valdaelita með Kjartan Gunnarsson, bara hægri hönd sem byrjar í rauninu stóru útrásina að hluta til með því að kaupa Heritable Bank í kringum 2000 og smá sem hann kaupar hann þetta og þeir eru við stjórn þegar þeir fara yfir í aflandseyjarnar. Þannig að pólitíska valdið er þarna frá byrjun í svo langan tíma. En það er spurningin hver er ásetningurinn? Er ásetningurinn og hver er þekkingin þegar lagt er að stað? Já, en ef þú ert að fara í aflandseyjar þá ertu með ansi mikinn ásetning í gangi og þú ert að kaupa eigin bréf og planta þeim á aflandseyjar, þú átt að skilja þetta. Það er engin annar tilgangur. En er ekki í rauninni óþarfi að tala þetta stjórnvald annars vegar og bankamenn hins vegar sem óskylda aðila, þetta er sama partíð, þetta eru sömu mennirnir, tengdir vina og fjölskylduböndum, allt einn kærleikskeðja, þannig að það er í rauninni ekkert að skilja á milli og ég vil benda á að við erum að tala þetta kannski, að þú ert nú sérfræðingur í þessum fjármála tæknilegu atriðum að langar til þess að rifja upp að það var franskur rannsóknarendurskoðandi á vegum Evu Joly sem kom til landsins í upphafi aðkoma hennar að rannsókninni vinnu fyrir sérstakann saksóknara og ég útvegaði honum útgefna ársreikninga bankana sem voru þá fáanlegir. Það hlýtur að vera fyrir árið 2007. Já, þetta var allt aðgengilegt. Og þetta voru prentaðir bæklingar eða bækur með glansmyndum, vandaðir og eigulegir gripir. Og hann sat upp á hótelherbyggi eina helgi og las þá
svona eins og endurskoðendur lesa svona plögg. Já, reyfara. Og þegar ég sótt hana morgunin til þess að fara til sérstaklega saksóknara, þá sagði hann mér á leiðinni í bílnum, já, en þetta voru ekki bankar. Nei. En svo kom sérstaklega saksóknari með súkkulaði köku að því að það var að koma erlendur gestur, þannig að þetta var allt í lagi. Hvað viltu meina þá að það væri? Vogunarsjóðir í það? Að þetta væri bara sjálftöku batteri. Þú veist, þeir störfuðu ekki, þeir sko bara vöxturinn hefði átt að Þeir bara prentuðu peninga fyrir eigendur sína sem fóru síðan og keyptu fyrirtæki. Já, þetta voru bara spariböggar eigandarna. Það var bara seðlaprentunar og ekkert í starfsatriði sem hann sagði, ég ætla ekki að kalla mig sérfræðingi þessu, ég það ekki, ég fótgönguliði hérna, en hann sagði, þú veist, það ekkert í þessar starfsemi sem hægt að kalla eðlilegt. Eitt sem að, því að þau eru að tala 10. áratuginn, og eitt sem að gerist á þeim áratugi er að það er heimil til þess að veðsetja kvótann. Það verða til í íslensku bara sjávarútvegi skyndilega, ég held að sé eitthvað svona 350 milljarðar sem allt í einu eigendurnir geta bara tekið að láni út á veði í kvótann og farið að spila. Og ég man eftir að það voru svona menn í þessari innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins sem að voru að tala að nú væri loksins að verða til auðvald á Íslandi, því að það hafði ekki verið til hérna. Hérna höfðu við haft ríkisvaldið með töluverð ítök í atvinnulífi og í bara öllum rekstri og sveitafélögin líka með bæjarútgerðina sínar og svo sambandið félagslegu rekstur. Að einkakapital á Íslandi var alltaf sára lítið og það sem að menn sáu fyrir sér í Sjálfstæðisflokknum var þannig að fengjum við auðvald sem þá bakhjarl á flokknum og myndi náttúrulega tryggja okkur völd sem að við þyrftum ekki að vera að hlusta á alltaf framsóknarmennina með sambandið og kratana og þetta með eitthvað svona dót og svona, þannig að þetta væri bara okkar tími að vera komin. Og einhver leyti er þessi seðlaprentunar brjálæði er náttúrulega eitthvað svona fögnuður yfir því að það sé að verða til á Íslandi alvöru auðvald sem að hefur alvöru ítök í samfélaginu. Þetta tókst alveg ljómandi vel hjá þeim. Það hafi verið svolítið svona söngurinn á bakvið þetta, af hverju þetta var tekið alltaf með svona miklu fögnuði. Frelsapenningana, sagði Nes. Eða svo maður horfa á þetta frá öðru sjónarhólega þegar þetta tala sjávarútveginn, að það er náttúrulega búið að koma Íslandi í þá stöðu að við erum bara nýlenda, við erum auðlenda nýlenda og það er frammi rán á öllum landsins gæðum, hagnaðurum fluttur úr landi og þá við orkuiðnaðinn, sjávarútveginn, ferðaþjónustuna. Þetta er bara rányrkja. Þetta rennur ekki inn til eiganda auðlindana sem er þjóðin. Nei, sem eru við. Herðu, ef ég má aðeins hverju verið stödd svona að það náttúrulega voru fjölskyldur sem að mistu fótana, fjárhagslega fótana og að sumileyti velti maður fyrir sig hvort að það fólk mörguleyti liggi ekki bara enn, því að það sem að gerist í kjölfarið að það verða breytingar á íslenskum húsnæðismarkaði og það verður til stór hópur sem er bara fastur á leigumarkaði og það er náttúrulega margir sem að mistu íbúðuna sínar í hruninu, detta þar inn og við heyrum það alveg í okkar samtölum að til þess að tala við yngra fólk að það er svona kynslóð þeirra barnanna sem foreldra sem lentu í hruninu að heyra þau tala húsnæðismarkaðinn að það er allt annað sjónarhorn heldur en svona maður heyrir frá stjórnmálamannum, það er bara þau upplifa það að mín fjölskylda bara misti fjárhagslega fótana í hruninu og foreldrar mínir hafa verið á leigumarkaði síðan og við okkur ekki tekið það safna einni einustu krónu og ég og sískinni mín munum heldur ekki geta það, þannig að við liggjum hann ennþá og þetta eru 10.000 fólki sem liggur ennþá efnahagslega eftir hrunið. Og nú er húsnæðismarkaðurinn þannig að mér er sagt að meirihluti fasteigna sem eru seldar á Íslandi í dag eru keyptar af fjárfestingafélögum, ekki einstaklingar. Þeir sem eiga fleiri en eina íbúð fyrir. Og meira að segja þarna kannski má benda á þetta, það er sorglegasti parturinn af hruninu, myndi ég segja. Að það er þessi félagslegu tengsl, það er börn eru rifin upp, foreldrin þurfa að flytja, það verður, og fólk missir vinnuna, það nær sér ekki, rannsóknir hafa sína fram á það, ef þeir eru sagt upp störfum á besta aldri, að þá myndu ekki ná sama svona vexti í launum eins og ef þú verður ekki fyrir þessu. Og það hefur alltaf efnahagslegar afleiðingar
og stöðu afleiðingar. Fólk fær náttúrulega, þú veist, það er ótti og það er óvissa og það er vonleysi og það sakast við sjálft sig og alls konar skömm sem þessu fylgir. Maður veit náttúrulega ekki hversu viðtækt þetta en aftur vil ég benda á stefnumótun stjórnvalda þegar kemur á húsnæðismarkanum. Að það er sko, náttúrulega á Norðurlöndunum vitum við hvernig þetta að það er bara gert ráð fyrir ákveðin hluti af markanum sem að í bara þenni stöðu að getur ekki verið á venjulegum markaði. Venjulegum húsnæðismarkaði. Það er svona markastrifnum það sem að bæði íbúðaverðið og vextirnir sveiflast. Já, og ég meina að við getum öll lent í vinnutapi eða veikindum eða einhverju slíku þegar innkoman ekki að koma í hverju mánuði með launaðinslaðinu og þá bara er forsenda fyrir því að hafa 300 fermetrar húsnæði í Kópavoginum bara ekki til staðar lengur og það þýðir að þú átt að flytja með börnin eitthvað. Og ef þú átt ekki degi fyrir, þá verður það að fara á leigumarkaðin. Þannig að það verður að sjá fyrir öllum hópum samfélags og allri líftíma kurvu almennings og það eru stefnum og stjórnvalda sem að eiga að sjá það. Þau hafa ekki gert það síðan 2004 þegar þetta var einkavæta sem heiti. Það bara að stjórnvöld taki ekki ábyrgð á húsnæðisöryggi almennings. Þú segja að markaðurinn eigi að gera það? Já, það er náttúrulega, sko, það bara hefur verið svo stefna og ég held að það sé alveg rétt tímasetning, sko, að þá er tekin svo ákvörðun að sé bara markaðurinn sé bestur til þess að leysa öll þessi mál. Alltaf því öll. En auðvitað eitthvað eins og íbúður húsnæði fyrir aldraða og svona sem að kannski eitthvað niðurgreitt eða slíkt. En þetta, þegar við erum að, sko, ég held að þarna getur menn bent á stjórnmálumenn. Alveg klálega. Ég held að stjórnmálamenn hafi platað dálítið almenning eftir hrun sko með þessum risastóru leiðréttingu sko. Því að virkaðan þannig í kosningunum þannig að ef þú kýst mig þá farðu 4 milljónir inn á reikningin í það eftir kosningar sko. Það virkar eins og kosningasvik í raun og veru og þetta er alveg svona grófasta dæmið af þessu tagi sem ég veit sko þó að sko einhvers konar leiðrétting var nauðsynleg og góð þá kaupaði sér velvild aftur þessi stóru valdaflokkar með þessar aðgerðir sem að verulega vafarsömm í raun og veru eins og hún framsett. En leiðrétt ekki fóru í að leiðrétta sko tímabundi falli í eigið fé í húsnæði þeirra sem áttu en ekki fólksins sem við vorum að lýsa hérna sem mistað sig. Nákvæmlega. Það jók bara á ójöfnuð. Svo gerðu þau meira, þeir náttúrulega fóru í lífeyrissjóðskerfi og hafa verið að færa til fé til efnameiri í gegnum lífeyrissjóðskerfi. Það er alveg massíft, ég man ekki, það er gríðarlega fjárhæðir. Þannig að þeir eru dálítið að nota populisma til að plata og ná þannig völdum aftur í gegnum þetta kerfi á þess að leysa en undirleikindavagnar sem einmitt leigumarkaður sko. Og þetta var á þetta bent Jón var nú hann í framboði líka að þekkja þetta vel það var á þetta bent þessu var raunverulega spáð að leigumarkaðurinn færi leigufólki það yrði útundan í þessu kerfi og við meina sé að vondi björnin í þessu öll saman alþjóða gjaldeyrisjóðurinn sko bent á þetta, sko, við máttum ekki hlusta á hann. Þannig að... Er það ekki staðreind að sko, þetta partí sem var í gangi fyrir hrun, sem var partí með jafnrið þáttöku stjórnmálamanna og fjármálaspekulanta, það bara helt áfram. Það sagði einhver sjálfstæðismaður það leitið Ísland kom út að þetta myndi nú bara trufla á eitthvað smá. Er það ekki svo bara hélt þetta allt áfram sko. Það svokallaða hrun sagði ykkur sko 2010 er það ekki bara svo skilgreining á hruninu sem hefur bara unnið? Ég held það og ég meina það er bara búið að móka þessu ykkur undir eitthvað teppi ég held að það er ekki alveg unnið sko ég er að vona að bóki mín bæti þar aðeins upp og þessu umfyllin hérna á Stamslega og ég held að ef þú talar við sko venjulega Íslendinga skilgreina þá sem hóp að þá finnst mér fólk vera miklu, sko ég segi fyrir bara sjálf á mig, í aðdraganda hrunsins var ég ekkert að pæla í neinu, ég var bara að vinna á alveg börnum mín og hugsa fjölskylduna og skipti mér ekkert af neinu samfélagslega og vaknaði upp við vondan draum eins og sem margir og mér finnst fólk vera miklu skarpara í greiningu sinni á samfélaginu þrátt fyrir fjölmiðlan og það er náttúrulega Ríkisútvarpið sko, fréttatímarnir styttir en auglýsingarnar ég menn í gamla dag það var sko klukkutíma fréttatími til dæmis klukkan 6 til 7 eða hvernig hann var en núna er þetta búið á 10 mínútum og það er ekki fjallað neitt og helmingurinn af því er yfirleitt fréttar sko. Já
Ég held að sko ef við reynum að svona draga fram gögn í þessu samhengi sko hvaða saga vann bara rétt fyrir þáttina þá sló ég inn bara í Google sko rannsóknarskýrsla Alþingis, skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, rannsóknarnefnd Alþingis og svo framvegis og allt þetta ef við tekur þetta saman þá eru sko yfir 50.000 tilvitnanir í þetta batteri og þessa sögu sem sagði var af frumkvæði Alþingis. Já, þetta er stórmerkileg. Og ef að þú googlar sko eina svona virtustu hagfræðigrein, vil ég segja allra tíma, Lemon Markets eða sítrónumarkaðar eftir Nóbelsverðlaunahafan George Akerlof, þá eru 45.000 síteringar í þá grein. Þannig að og ef þú spyr ChatGPT, hvers vegna gerðist, hver orsökun af bankahruni eða fjármálaáfalli á Íslandi, þá fáið þessa skýringu rannsóknarnefndar Alþingis. Það er sko sú skýring, hún er mjög held ég sterk í hugum fólks og það er mjög erfitt að fara á móti eins og þessi sem að reyndu þetta þarna á einhverjum tímapunkti. Svokallar hrun. Já, svokallar hrun eða þú veist, eða þarna þessi heimildamynd sem þú vísaðir í áðan, að hún náði bara einhver flugi og hún er ekki trúverðug, þannig að hún gengur í berhögg við það sem að núna er bara common eða svona conventional wisdom. Þá getur það verið bara almennt á vitorði almennings á Íslandi og við náttúrulega búum í samfélagi sem almenningur hefur ekki mikið traust á stjórnmálunum eða bara það hrundi í hruninu og hefur ekki reist sig við að neinu ráði og held ég að sé bara að byrja að dala aftur. Að þá getur við verið í samfélagi að þetta sé á almanna vitorði en samt er það þannig að það er eiginlega engar sko ákvarðanir eða breytingar í samfélaginu sem eru mótaðar af þeirri þekkingu. Það er náttúrulega bara ofbeldi sem við verum beitt hérna daglega að það er gengið gegn hagsmunum okkar sem einstaklinga og sem þjóðar í öllum ákvarðunum sem teknar eru. Þú hefur tilfinningu fyrir því? Já, ég meina þú sér bara til dæmis, sjáðu bara til dæmis fiskeldi bara Nei, ég verð að segja sko Ég má aðeins klára þetta, til þess að nefna þetta eina dæmi sem er nýlagt fiskeldisleifin sem að þið kunnu kannski töluðan betur í en það var einhver sem tók saman hvað þessi fiskeldisleifu hefðu þýtt fyrir norska ríkissjóðin, norsk stjórnvöld, ef að leifin hefur veitt á þeirra kjörum þar miðað við það sem var hér, það sem þetta var gefið og það voru einhverjir miljardar. 10 milljarðar og svo ofan í það þá er leifin gefin ókeypis sem síðan borgu við sem skattborgarar fyrir alla innviðina sem þarf í kringu þetta. Þú ætlar að segja ránið standa enn? Ránið er einu gangi. Þetta þarf spillingarna sem við, fiskeldið. Og það er náttúrulega ein skilgreining á spillingu sem ég finnst vera ágætt og er ekki nógu mikið haldið á lofti. Þannig það er alltaf að tala um spillingu í tengsla við fjármál og peninga en ein skilgreiningin á spillingu er athæfi sem að dregur úr trausti almennings á stofnunum og innviðum samfélagsins. Þar eru íslenski stjórnmálamenn sérfræðingar og við getum Davíð Oddsson frumkvöðl á þessu sviði þar sem að álit niðurstöður Hæstaréttar voru bara skoðanir einhverja mann átt í bæ og síðan á hans er fylgisveina í þessari. Við höfum heyrt það saman með umboðsmann Alþingis. Já, þetta er bara einhverja skýrslur og einhverju menn og við þurfum ekki að taka mark á því og hver er afleiðingin? Maður skildi halda að stjórnmálamenn vildu að innviðir samfélagsins og stofnanir væru traustar en þeir vilja það ekki vegna þess að þetta gefur þeim tækifæri til að stjórna með getátta. Taka random ákvarðanir vinum sínum í hag framhjá öllum strúktúrum og pólitískum hefðum og það getur enginn gert neitt. Það og þarna erum við í dag. Bomba Ólafs Ragnars í vikunni, hann kallaði forsætisráðherrann fascista, hann var aldrei fréttir. Já, er það frétt? Hann lýsti ógnar, ég bara liði þennan tíma líka sko, ég man alveg eftir þessum umræðum sem voru þarna, það var náttúrulega forsætisráðherra samdi sjálfur heima hjá sér sko frumvarpar lögum og náði í gegn til þess að stoppa tiltekið fjölmiðl. Þetta heitir bara fasismi í öllum bókum sko. Þetta snýrist meira. Bara svo við heldum til haga öllum skoðum á því hvort við verðum eitthvað á hruninu að ég held að það sé ekki sanngjarnt að segja að við hefum ekki lært neitt og það hefur ekkert breyst. Það er ekki rétt. Dómstólar stóðust töluvert prófið, myndi ég segja. Það voru fullt af fólki það voru sko hvítflíflaglæpir ofan á hvítflíflaglæpum sem að fengu dómslega meðferð og það var refsidómar sem fjallu.
og fjármálaeftirlitið var sko með 36 starfsmenn áður en rétt áður en að bankarnir féllu og eru núna sko það 300-400 mann sem að vinna hjá Seðlabankanum og það er miklu betri umgjörð í kringum þetta. Við fórum í gegnum COVID-ið og þá sáum við líka hvernig fjármálastofnanir brugðust við því að það var allt í einu var kannski 10% af þjóðinni sem ekki hafði tekjur vegna heimsfaraldurs og þá var strax brugðust við, bæði lífeyrissjóðir og það tók nú lengra tíma fyrir þá en það er ekki svona retail sko þannig að ég vil ekki segja að það hafi ekkert áunnist og ég held líka að mér finnst þetta skemmtilega kröfuharðir hérna þeir sem eru hérna kallarnir með mér. Ég kalla þetta bara raunsæði. Já, ég segi kröfuharðir sko að því að við erum bara ung þjóð, við erum fá og sumt sem við getum gert vel og annað sem við getum ekki gert vel og við verðum að hafa bara lengri tíma til að læra. En við erum samt eldri en nýfrjálsríki í Afríku eins og Namibía og fleiri ríki, til og með Namibía og ágætt stæmi þar sem við tengjumst við gegnum samherjamálu þar sem að núna sitja fyrir endur ráðherrar í fangelsum og þeir eru með í gangi. Þeim tekst að reka það máli, nokkuð tekst ekki að reka samherjamáli. En sérstakur saksóknari er búin að leggja sína dauðu hönd á þessar rannsókn hér og veit enginn hvað er að gerast. Við vitum ekki eins og hvort menn hafi verið yfirheyrðir, hvað hefur komið fram og núna er samherja þeirra dásanlegt mál sem ég veit ekki hvort þið hafa fylgst með listgjörningurinn We Are Sorry sem er fyrir dómi í Bretlandi og er algjörlega brilljant mál og ég sá ná að vera einhver íslenskir myndlistamenn að hvetja til þess að samherji felldi málið niður sem ég er algjörlega á móti og gjörningurinn er ekki fullkominn fyrir en þetta er búið að fara fyrir dóm. Það mun afhjúpa hvernig valdið lítur á þetta mál. En allir þessi dæmisögur og dæmi sem að Jón nefnir að þau getur rauninni hjálpa okkur svo til bara að skilja hvar eru við í þróunarferlinu. Við vorum hérna sko næstum því áætlanabúskaps samfélag hérna fyrir 50 árum síðan. Og núna er náttúrulega töluvert mikið það að fólk einkaframtaki geti nýtt sína krafta og það er val á vörum og okkur skortir ekki stígvél eins og var hérna síðustu, þegar afi minn var lítill það eru framfarir en þetta tekur rosa langan tíma. Ég átti stígvél þegar ég var barn og ég fæddist löngu fyrir nýfrjálsríkjuna og einkavæðingu bankana Þú áttir ekki stígvél? Ég átti stígvél. En talandi að nýta þekkinguna, var þekkingi nýtt sem einkavæðingu Íslandsbanka? Þekkingin á runn? Svo er það náttúrulega átkveðin vonbrigði að sjá það. Ég er það sérstakur saksóknari og við tókum samherjamálið. Samherjamálið er í full í Namibíu. Það er búið að sekta það og taka þeim peninga í bæði í Noregi og Færeyjum út á skattsvikum. En við höfum bara ekki gert neitt nema að vera að elda einhverja blaðamenn. Nei, en aftur segi ég, það er vísir af því hvar við erum í þróuninni og þess vegna held ég það sem aðalmálið í framþróun ríkja er auðvitað að nýta alla eiginleika populasjónurinnar og við höfum svona ákveðið frelsi til aðhafna en það þurfa að vera leikreglur og það þarf að fara eftir þeim. Þannig að löggæsla, blaðamenn, við Þorvaldur höfum bæði verið að vinna í samtökum sem heita Transparency International sem er bara í því að uppfræða almenningum hvað er hagsmunaárekstur. Ég meina þegar ég var að kenna hérna fjármál fyrir 15-20 árum síðan þá gat bara 10% af bekknum skilgreint hvað er hagsmunaárekstur og við höfum bara ekki náð að hækka þekkingu okkar á þessu sviði og erum of mikið í svona einhverjum family business og passa upp á frændur og venslamenn. Þeir sáum útboðið sjálfur, staðsmennirnir. Já. Spurningin er við lýðræðisríki yfir höfuð? Ef maður ber okkur saman við nýfrjálsríkin í Afríku, við náttúrulega komum úr goða veldi og það er spurning hvort það er ekki bara ennþá við líði, meira heldur en lýðræði. Við erum svo sem ekkert miklu nýfrjálsari heldur en ríkin í Afríku og við ætlum kannski að hafa það í huga. Við erum ekki nýlendu veldi, heldur erum við að fá sjálfstæði bara heldur í 8 árum undan Ghana, þannig að við erum bara í... Það er bara rétt áratugur. Mig langar sjálf að skoða aðeins betur parallellur á milli Írlands og Íslands. Írland var líka undir náttúrulega hælnum á Bretum og er svona tiltölulega nýtt lýðræði
og svo eins og við erum náttúrulega nýlenduríki sem að fáum sjálfstæði og erum þar í landi ekki til dæmis með sögu út frá bara aga í stjórnsýslunni. Danir eru með árhundraða gamla stjórnsýslu og það var bara hausinn af ef þú ekki stóðst í stikkinu fyrir danska kónginn og það var miklu meiri ægi og það það sem að kannski einkennir okkur svolítið, við erum svona allt og sveigjanleg en sem líka kostur. En þú vilt ekki taka aftur upp að taka hausinn af þeim bara? Nei, ég ekki það Þeir eru hættir því í Danmörku þannig að ég kannski skemmtilegt að bera okkur saman við Íra vegna þess að þeir voru núna til dæmis nauðugir að taka við, ég man ekki hvað var margir milljarðar evra í manngoldna skatta frá Apple sem að þeir þurftu að þeir hleyptu þeim inn já, og sem voru Evrópusambandið sem píndi á til þess að taka við skattin. En þeir eru með lendu líka í fjármálakreppunni. Og þeir tóku sömu ákvörðun og við reyndum að taka að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamiðstöð og Íranir að sömuleyti gerðu það með því að laða til sín þessi fyrirtæki með skattafslátt. Það verður gaman að heyra í einhverjum sagnfræðingi, einhverjum sem hefur borið saman Ísland og Írland. Þeir eru, Írland er náttúrulega mjög öflugur hlekkur í skattaskjólakerfi heimsins. Þar fyrir í gegn alls konar ósámi sem að hverfi síðan í skattskóla. Það er mjög gaman að tala við ykkur þetta mál og maður átt að segja á því að við ættum náttúrulega að tala miklu meira þetta. Já. Þetta ætti náttúrulega að vera ef við erum að horfa á okkur sem, ég veit ekki hvað þetta orða, frumstæða þjóð og þá þurfum við að læra af hlutum og við verðum náttúrulega að læra hruninu. Það ætti náttúrulega að vera eitthvað svona stemming í íslensku samfélagi, svona aldrei aftur stemming. En manni finnst að vera svolítið að fjara undan þeirri svona hugmyndum og kröfum og margt af því sem var lagt af stað eftir hrunið. Við hefum ekki nefnt til dæmis breytingar á stjórnarskrá og fleiri sem átt að vera svona réttabætur og tryggja hagsmuni almennings og kannski réttindi og að verja almenning gagnvart misráðum stjórnvöldum og fleira sem var lagt af stað með sem að fjöruðu bara síðan út. Landsdómur gufaði upp. Já, landsdómur gufaði upp og svo þykir verið að tala að það sé eins og sé bara einhver ósvinn að hafa svona þótt að öll önnur lönd í kringum okkur hafa eitthvað sambarlegt til þess að ná lögum yfir stjórnmálamenn. En það er náttúrulega, þegar sjúklingurinn er beðinn að gera holskurð á sjálfum sér, þá gerist það ekki. Þá er það í besta lagi plástur eða sárabindi og það kannski þarf eitthvað meira til heldur en bara hrun eins og við fórum í gegnum. Það kannski þarf vilja til þess bara nýtt lýðveldi. Byrja bara nýtt. En erum við að lenda bara í lokinu? Þar mun þetta enda. Svo gaman að tala við ykkur. Ég heyri stundum fólk er að koma aftur hrun og það sem að fólk er að vísa í er eiginlega bara svona erfiðleika sem að heyrir í efnaðslegir erfiðleikar fólks í kringu sig. Og röki sem að maður gæti fundið fyrir þessu í svona gögnum er til dæmis könnun Vörðu áttu í erfiðleikum á endum saman sem hefur á bara 3 árum farið úr eitthvað rétt rúmlega 20% upp í 43%. Það fór hæðst í hruninu ekki upp í nema 48%. Þannig að sársökin sem að fólk er að verða í buddunni og erfiðleikum á endum saman, við erum núna í stöðu þar sem að þú veist það er eiginlega jafn stór hópur sem er að finna fyrir þessum erfiðleikum og var bara í hruninu. Hvað er þetta? Ein af heimildunum stemninguna í íslensku samfélagi ágætis staður að kíkja á Smartland á Mokkan. Hryllilegt fyrir bara illa að skrifa og vitlaust. En þar nýlega var í vikunni frétt 5 einbýlishús við sömu götuna í Garðabænum sem öll kostuðu, ég held að ódýrast hafi verið eitthvað 300 miljóna. Og ef maður skoða bara fasteigna síðurnar og sérðu hvað er mikið af eignum til sölu og stórar glæsilegar eignir en lítið af íbúðum fyrir venjulegt fólk. Þannig að ég held að og maður heyrir bara stemninguna í fólki, þú veist að fólk hefur á tilfinninguna að þetta sé alltaf fara til fjandars. Þannig að það sé þetta benda á einhvern. Kannski er það líka bara hluti af tilfinninguna að það gengi í gegnum þetta að þú ert óöruggari og við séum bara viðkvæm fyrir. Já og líka maður getur engun treyst. Fjölmiðlarnir sem að munið það var fyrir 3 vikum síðan voru að segja okkur hvað Joe Biden væri skarpur. Eru núna að segja okkur að Kamala Harris sé besti kosturinn. Sama fólkið. Og við vitum að þið voru að ljúga Joe Biden, hvað annað þeir að ljúga Og ég held að það eigi við hér líka með íslenska fjölmiðla. Við treystum ekki
Fyrir þetta samstöðuna? Guður, þú ert ekki á okkur efnaðsgögnum eða ekki? Jú, ég vil gögn. Við treystum Guði en allir aðrir þurfa að koma með gögn, sko. Það er hérna, ef þú ert þar í tilvæljunni. En ég held að, sko, þetta ganga hagkerfi í sveiflum oft og heppileg góð efnaðarstjórnun, hún snýst það að draga úr sveiflunum. Og hér á landi eigum við eftir að læra þetta greinilega. Því að við sjáum hvernig sko hagurinn hefur verið í Danmörku, það kom skot sem allir fengu í verðstöðuleika eða verðbólga náttúrulega varð hækkaði allstaðar út af bara heimsfaraldri og svo stríði og svo greinilegt það spurning hvort það hefur verið bóla á fasteignamarkaði sem kannski ekkert, já ég ætla ekki að lýsa því ef hér og nú ég þetta skoða gögnin en hins vegar má á Íslandi. Já, en hins vegar má náttúrulega sko það er svona early warning signal sko eins og arkitektin ætti nú að vita að það er, þú veist ef að þú talar við þá sem að flytja inn rafmagnsvíra eða einangrunarrör eða eitthvað slíkt ef að þeir finna fyrir skyndilegum eftirspurnarskelli að þá getur verið einhvers konar leiðrétting í gangi og ég veit að þetta er svolítið stelð að tala leiðréttingu markaðar eins og svona sko þetta, en þetta er nú sko þetta eru svona ákveðin lögmál sem að eru allsráðandi og hvort sem að við erum með sko hvað ég segi efnahagsstjórnun sem er dreifð eða centraliseruð að þá er þetta samt sem áður til staðar þessar sveiflur. Þannig að ég held að við megum vona því að það verði eftir að þessa þenslu sem átti sér stað eftir viðbrögð stjórnvalda við COVID-inu. Við getum haft annan fund það. En þar var náttúrulega þessi rosalega þessi innflutningur á vinnuafli sem til þess að þjónusta ferðaþjónustuna hefur skapað þennan þrýsting og búið til störf sem eru í eðlisinu láglaunastörf. Og það tengist auðvitað atvinnustefnunni sem er haldin úti og stjórnmálunum, þannig að við komum alltaf að því. Það er svolítið ábyrgðin liggur þar. Það er engin atvinnustefna, það er bara gert út á auðlindirnar. Þorvaldur, annar hrun, þú segir að hrunið hafi átt rót sína í spillingu, spillingin er ekkert að hætta. Þannig að við hljóttum að fá annar hrun. Ég hef sagt að ég hef mestar áhyggjur af því sko, hvað gerist þegar búið er einkavæða bankana. Sko. Ég hef engar áhyggjur þangað til ekki sérstaklega. Sko. Það er náttúrulega þessi innspýting af fjármagni hann út af COVID sko. Það var náttúrulega gríðarleg innspýting og skapar einhverja verðbólgu og auknum peningamækjum umferð og allt það. En hvað gerist þegar búið er einkavæða? Maður sér til dæmis núna að það er samruni sem er eitt merkið sem í mínum allan þegar ég var að rannsaka þetta. Það er samruni tryggingafélaga og banka sem er núna verið að deila skilur. Þetta finnst mér að vera rosalega mikið hættumerki því að tryggingafélög eiga hlut í einhverjum 30-40 fyrirtækjum sko. Þannig að þú komið banka sem er að eiga viðskipti við 50 fyrirtæki og þau geta vel verið í eigu hans sjálf sko, raun verið að hlut til sko, með dreift eignasafn. Þannig að ég held að sko, þegar bankarnir verið einkavæddir þá, sem ég held að gerist sko, við ræðum ekki við það, þá byrjar ballið held ég aftur sko. Og við erum með krónuna fljótandi, hún er ekki alveg fljótandi, við erum með krónuna eins og hún er, þá erum við komin í sömu vandræði með vaxtamunarviðskipti og samtíma. Það er í gangi núna, sko, krónan hefur verið að styrkjast mikið á undanförnu af því að raunvextir, stýrivaxta seðlabankasefni eru náttúrulega stjarnfræðilegir, þessi bara 7%. Rosalega góði vextir, sko. Það er bara bestu vextir í heimi, þannig að það hlýtur að soga til sín peninga. Og við sjáum krónuna vera að styrkjast, þannig að... Það er nú eitt dæmið hversu lítið hefur breyst á Íslandi eftir hrun að seðlabankastjóri var náttúrulega einn af aðal gerendum og stjórnandi hjá Kaupþingi. Hann skrapp sér upp í háskóla í eina önn eða svo og kom svo inn sem allt annar maður og án fortíðar og stýri seðlabankanum og talar við okkur eins og Björgólfur gerði eftir hrun flatskjái og matarinnkaup sem að þetta er allt okkur að kenna. Okkur var hann ráðinn og hver er hans sýn á það sem gerðist í hruninu. Hans sýn held ég að sé ekki það að þetta hafi verið spilling, hann vil ekki ræða spillingu. Nei. Þetta er stórhættulegt dæmi. Sko. Herðu, það var mjög ánægilegt að fá okkur og
Ég finn það alveg að mér langar til að halda áfram að ræða hrunið, kannski fæ ykkur aftur. Það voru líka nefnt hérna einhver önnur mál sem við getum verið rætt, en Jón, Guðrún og Þorvaldur, kærar þakkir fyrir komuna. Og við ætlum að hafa bara örstutt hlé og ég ætla svo að fá að enda þætti með örlitlu spjalli við hann Sigurjón Magnús bróður minn sem að situr eftir. Þarst hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inni á xj.is.